göngum til 5. liðar útsendir dagskrá sem umræða Reykjavíkurhúsin og til máls tekur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ástæða þess að við í Framsókn og flugvallavinnum létum þetta mál á dagskrá, þar sem umræðu Reykjavíkurhúsin, sú að 23. mars var skiluð áfangaskýrsla og við töldum að eðlilegt væri áður en lengra væri haldið að taka umræðu í borgarstjórn þessi nýju Reykjavíkurhús. Þetta ýmis greiningarvinna sem hefur farið fram, sem kemur fram í þessari skýrslu, sem eftir að útfæra nánar og samt búið að taka ákvörðun það í borgarráði að óska eftir samstarfsaðilum og úthluta lóðunum og það svolítið verið að byrja á öfugum enda. Það mikil vinna eftir, miðað við rauninni þessa skýrslu, þá eftir að útfæra tillöguna, þá eftir að reikna út og þá eftir að gera alls konar. Ég vil láta það komi fram hér strax í upphafi, ég hef ekkert á móti þessu svokölluðu Reykjavíkurhúsum. Ég bara hins vegar átta mig ekki alveg nákvæmlega út á hvað þetta gengur. Ég átta mig á mikilvægi félagslegrar blöndunar, ég átta mig á því að félagsbústaðir það þarf húsnæði undir félagsbústaði, nokkur hundruð íbúðir. Ég átta mig á því að það þurfi að efla leigumarkaðinn og búsetu réttar íbúðirnar og líka séreigna íbúðirnar, litlar íbúðir, það vantar íbúðir, ég átta mig á öllu þessu. En hins vegar hefur meirihluti notað ansi langan tíma í þetta, það er að segja frá 2011 og það sé fyrst núna 2015 sem skiluð ykkur skýrsla sem svo opin í alla enda að hún segir voðalega lítið. Þess vegna finnst mér eðlilegt að við ræðum aðeins þessi atriði sem framkoma í skýrslunni því að þá eftir að vinna miklu betur í þessu. Og það engin ástæða til þess að fara í umræðuna hér með og móti Reykjavíkurhúsum vegna þess að ég held að miðað við þessa skýrslu í rauninni ekki alveg verið að búið að ákveða hvernig þetta á nákvæmlega að vera. Ef við aðeins skoðum þetta að þá segir í skýrslu starfshópsins sem frá 23. mars síðastliðinn og útfærslu þeirra í Vesturbyggð, þá kemur fram að starfshópurinn hafi verið skipaður með erindisbréfi borgarstjóra 1. september 2004. Og í erindisbréfinu vísað í leiðarljós nýju Reykjavíkurhúsanna. Í erindisbréfinu verkefni starfshópsins í fyrsta áfanga sundurlagður 7 liðum, það er að segja A til G-lið. Þessi nálgun sem lögð var upp í erindisbréfinu, hún hins vegar gekk bara ekkert upp. Þannig að það segir orðrétt í skýrslunni, með leyfi forseta, á blaðsíðu 5, sem veganesti fékk hópurinn frumdrög á mögulegri útfærslu reitsins í Vesturbyggð sem unnin var fyrir félagsbústaði. Í þeirri útfærslu var gert ráð fyrir að félagsbústaðir yrðu leiðandi aðili frumþróun reitsins og tækja sér hlutverk þróunaraðila uppbyggingu hans fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Stofnað yrði nýtt félag í eigu borgarinnar, ekki rekið í hagnaðarskyni rekstur og leiguhúsnæði í Vesturbyggð. Í vinnu starfshópsins kom þó fljótlega í ljós að framangreind nálgun, það sú nálgun sem lagt var upp með í erindisbréfi, verulegum vandkvæðum bundin í lagalegu tilliti og því var ákveðið að skilgreina aðrar leiðir til þess að ná þeim markmiðum sem tilgreind í leiðarljósi nýju Reykjavíkurhúsanna. Þannig að þarna kemur strax fram að þetta sem var skilgreint í erindisbréfinu, það gekk ekki upp. Og þegar maður les skýrsluna þá fullt af hlutum sem á eftir að svara ennþá sem heldur ekki gangu upp. Þannig að þessir aðilar sem gera þessa skýrslu og voru skipaðir í þennan hóp, að þeir fara í rauninni í það að skilgreina 5 ólíkar leiðir útfærslu Reykjavíkurhúsanna og munurinn lýtur alls konar atriðum en meðal annars fjármögnun, ráðstöfun, byggingar, eignarhaldi og ýmsum skilyrðum og ýmsum forsendum sem lagt upp með. Og í rauninni skemmst á því að segja að það í rauninni engin ein leið sem virðist ganga
alveg ein og sér upp. Og það kom meðal annars fram á fundi framkvæmdastjóra framkvæmdastjóra félagsbústaða þegar hann kynnti þetta núna fyrir nokkrum dögum síðan í umhverfis- og skipulagsráði, að hann var alveg sammála því að það væri í rauninni ekkert af því það ætti eftir að vinna þessa skýrslu miklu meira. Þetta væri í rauninni bara frumdraugin af ykkur síðan ætti eftir að vinna þetta og taka ákvarðanirnar útfærsluna. Eins og fram kemur líka í samantekt í lok skýrslunnar að þar segir á blaðsíðu 62 með leyfi forseta: í þessari skýrslu hefur verið leitast við að skilgreina með skýrum hætti 5 ólíkar leiðir á útfærslu nýju Reykjavíkurhúsanna í Vesturbyggð. Settar voru fram ákveðnar forsendur fyrir hverri leið og ber að lesa niðurstöður skýrslunnar í því ljósi. Framsetning skýrslunnar er með þeim hætti að unnt á að vera að nýta hluta hennar til frekari útfærslu nýrra Reykjavíkurhúsa í Vesturbyggð og eða öðrum svæðum, tilvitnun lýkur. Þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að skýrsluhöfunda gerir sér alveg grein fyrir því þarna 23. mars að þetta er bara í rauninni svona frumdrög sem á eftir að vinna miklu, miklu betur. Samt sama dag að þá er lagt fram í rauninni gert bréf hjá skrifstofu eigna- og atvinnusviðs það hvernig á að úthluta þessum lóðum og hvað á að gera skilmála, en það er rauninni eftir að ákveða í rauninni allan grunninn. Þetta minnir mig svolítið á ferðaþjónustu fatlaðra, ég verð bara að viðurkenna það, eða neyðarbrautina. Það er svolítið verið að byrja á öfugmynda. Og ef við skoðum aðeins í rauninni þessar 5 ólíku leiðir sem farið í, að þá kemur alveg skýrt fram í stuttu máli að þessar leiðir, þar sé borgarbland, félagsblokkir og ríkisbland, það er bara henta engan veginn. Þá er spurningin sem er eftir að það er þá einkablandið eða blokkarblandið. Leiðirnar sem ganga ekki, borgarbland, félagsblokkir og ríkisbland ganga ekki upp, það er rauninni alveg bara skýrt, og þá er spurningin einkablandið eða blokkarblandið. Og ef það er farið einkablandið, þá er eignarhald verkefnis eða bygginga fært yfir til einkaaðila en afnot í samfélagslegum tilgangi tryggt með langtíma samstarfssamningi. Þetta er fjármagn af einkaaðilum stærsta hluta. Eignarhald getur færst í sveitarfélagi í lok tímabilsins og það þyrfti að útfæra í rauninni aðferðafræði við úthlutun. Það kemur líka fram að það er hægt af því að leigan yrði töluvert dýrar í þessu. Varðandi blokkarblandið að þá eru lóðirnar brotnar upp í minni einingar og útleittar til ólíkra aðila, svo sem stúdenta, eldri borgara og einkaaðila, og eignarhald húsa hjá hverjum fyrir sig. Þannig að það sýnist vera að þetta er einhvers staðar þarna mitt á milli sem þetta gæti gengið upp, eitthvað í tengslum við þetta. En ég spyr sjálfa mig, hefði ekki bara leiðin verið, mér finnst svolítið eins og það sé verið búið að ákveða eitthvað sem heitir Reykjavíkurhús, einhver draumur og svo er verið að reyna að tróða ykkur inn í þetta. Sko ég hugsa bara, er ekki skynsamlegra frekar að selja þessa lóð, það er eflaust hægt að fá minnst eitthvað milljarð fyrir hana, gera að það væri kvöð á lóðinni að félagsbústaði fengi að kaupa þarna 25% af þessum íbúðum, eða selja strax út í rauninni þetta 1/3 hluta verkefnisins sem eiga að vera þessar dýru útsýnisíbúðir. Og svo er líka hægt að spyrja sig, er markaði fyrir það, munu slíkar íbúðir seljast í þessu konsepti sem verið er að hugsa? Ég veit það ekki. Þannig að það er verið að vega og meta ýmislegt í þessu og nákvæmlega eins og kemur bara í lok skýrslunnar í samantektinni, þá eftir að vinna þetta miklu, miklu betur. Þannig að þarna er ákveðin greiningavinna sem hefur átt sér stað, það er búið að skilgreina ákveðin atriði, kost og galla með það forsendur sem voru lagðar upp. En þá hins vegar bara eftir að klára svolítið vinnuna. Og þá er spurning hvort að það hafi akkurat verið þá rétti tímapunkturinn að ákveða að auglýsa eftir samstarfsaðilum og úthluta lóðinni með bréfi sem er gert sama dag, dagsett sama dag á skýrslan, án þess að þessari vinnu sé lokið. Og það að halda það að við séum eitthvað að reyna að draga þetta á langinn eða fresta þessu, þá er bara, sú vinna ætti nú ekkert að taka svo langa tíma. Ef það gengir hraðar í verki, og ég verð að viðurkenna það, mér finnst alveg ótrúlegt hvað þetta er búið að taka langan tíma hjá meirihlutanum að vinna grunninn af þessum Reykjavíkurhúsum. Mér finnst það algjörlega ótrúlegt. Þannig að ætla að fara að bera það fyrir sig að við séum að reyna að draga mála á langinn, að því ég ætla ekki að hafna bara alfarið hérna fyrirfram, vegna þess að þetta er búið að taka allt of langa tíma. Það átti að vera búið að byggja upp íbúðir miklu, miklu fyrr. Ef við skoðum aðeins hvernig þetta hús á að skiptast, þá er talað að þarna að vera 170 íbúðir. Þarna að vera atvinnustöð sem er leikskóli, félagsheimili, gróðurhús og svo framvegis og bílastæðahús undir öllu.
Það kemur líka fram að gert ráð fyrir útsýnisíbúðirnar verið seldar út úr verkefninu í öllum þessum útfærslum, en það spurning hvernig það gert. Það gert strax í upphafi, það annar byggingaraðilar, þessu tengist ekki tínu, hvernig á að gera þetta. Og það skilgreint í rauninni að þetta séu 165 íbúðir, hvernig þær eiga í rauninni að vera. Það eru ekki þá 170 heldur 165. Og það eru 28 útsýnisíbúðir, 35 félagslegar íbúðir og aðrar íbúðir 90. Það er alltaf gert ráð fyrir því að þarna séu 35 félagslegar íbúðir. Ég hef nú kosið að það væri nú allavega 25% sem væru þá íbúðir sem væru eyrnamerktar félagsbústöðum, en ekki 21%. Þarna líka varðandi kostnaðinn varðandi lóðina sem skilst að hann hefur keypt þarna tæpar 500 milljónir fyrir einhverjum x árum síðan hjá Faxaflóahöfnum, og það er ekki reiknað með. Vaskreglurnar hafa auðvitað breyst og það er minnst á það í skýrslunni og ótrúlegt að hafa ekki verið búið að uppfæra það með að skýrslan er 23. mars en reglurnar breyttust áramótin. Það er talað að félagslega leiguíbúðir geti annaðhvort verið í eigu félagsbústaða eða í eigu leigufélags sem framleiðir félagsbústaði. Leigufélag er ekki non-profit, er hagstæða húsnæðisverð í eigu félagsbústaða. Ég meina þetta svona setningar sem það eins og vantarlega hugsun á bak við þetta. Akkur að félagsbústaðar að vera að leigja af non-profit og akkur ætti non-profit félag að vera að leigja. Þetta á bara félagsbústaði þá eiga þetta. En það sem ég vil líka aðeins velta fyrir, eflaust getur borgarstjóri útskýrt þetta allt saman miklu betur fyrir okkur, því að mér finnst ég einhvern veginn standa svolítið á gati að sjá þessa skýrslu sem að veltur upp fullt af spurningum og segir í lokin að það ættir að vinna þetta miklu betur og samt er rauninni farið í það að úthluta þessu og þá að gera hlutin einhvern veginn seinna, þá að útbúa skilmálan og þá ákveða hvernig þetta er. Þannig að hann getur kannski upplýst þetta ferli allt saman og ákveða stað þetta er komið núna og hvernig hvert hús eða hver húshluti verið skipulagður, hvað margar íbúðir í þá hverjum, er það 25% í hverju sem að verða þá félagsbústaðir, útsýnisíbúðirnar eru seldar út, þannig eru þá allir yfir tekju- og eignamörkum sem búa þar en allir undir eigna- og tekjumörkum sem eru þá í hverju húsi fyrir sig, því þetta virðist að vera sérhús fyrir þann hóp. En það sem að skiptir kannski höfuðmáli og ég hef líka áhuga á það að ræða, að það er varðandi bara lögin fjöleignarhús. Að þarna eru í skýrslunni ákveðnar hugmyndir hvernig þetta svokallaða íbúalýðræði á að vera virt og hvernig húsfélög og annað á að fúnkera í þessum húsum. Lögin fjöleignarhús, þau eru bara ekki þannig og lögin eru ófrávíkjanleg þegar íbúðarhúsnæði er að ræða. Hreint atvinnuhúsnæði má semja sig frá lögunum, en það er bara spurning hvort þetta sé óframkvæmanlegt lögfræðilega séð sem kemur fram í skýrslunni. Þetta er að minnsta kosti mjög flókið hvernig á að leysa úr þessu. Fjöleignarhúsalögin eru þannig að meginreglan er sú að það er bara til eitt húsfélag í hverju fjöleignarhúsi. Og hingað til hafa allar skilgreiningar verið þannig hugtakið hús að ef það er bílakjallari undir húsi og þó svo að húsin komi aðskilin og sjást aðskilin ofanjarðar, að þá er þetta eitt hús í skilningi laganna, eins og til dæmis Vitatorg. Það er bílageymsla og síðan koma húsin upp úr og þetta er eitt hús í skilningi fjöleignarhúsalaganna og það er ekki hægt að semja sig frá þessu. Og ég greip nú með mér álit kærunefndar fjöleignarhúsamála frá 2007 sem minnst alveg magnað að skuli nú ekki hafa verið vísað til í þessari skýrslu, af því að þetta var nú borgin sjálf sem að lagði máli fyrir kærunefndina. Að hér er Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar. Það er ágreiningur milli Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar og Bílastæðasjóðs akkúrat þetta nákvæmlega þessi atriði sem verið að fjalla í þessari skýrslu. Þar kemur fram að þessi sambygging Lindagata 57-66 skiptist í 5 matsluta. Bílastæðasjóður eins og við þekkið á bílastæðahúsið þarna undir. Síðan er ágreiningur þarna milli hvort að þetta sé þá eitt hús þarna undir og húsin sem standi upp úr jörðinni af því þau eru ekki samtengd séu sitthvort húsið. Eða hvort að bílastæðakjallarinn sé í rauninni hluti af þessu fjöleignarhúsi sem standi þarna upp úr. Og þetta er nú ágreiningur á milli Bílastæðasjóðs og Reykjavíkurborgar. Og þar segir kærunefndin,
Kærunefnd hefur fyrir áliðskjörnum sínum ítrekað fjallað þetta álitaefni, hvort eitt eða fleiri hús sé að ræða í skilningi laganna. Síðan ætla ég að lesa upp í forsendu kærunefndar með leyfi forseta. Sambyggingin Lindagata 57, 59, 61, 64 og 66 hönnuð sem ein heild. Hún hönnuð af sömu arkitektum og ytra útliti sjónrænt samræm. Sambyggingin reist á einni lóð, lagnakerfi samtvinnað, burðarvirki meginhluta órofin heild, þar sem undirstöður bílageymslunnar eru jafnframt undirstöður efri byggingarhluta. Súlur sem bera plötur í bílageymslunni bera jafnframt efri byggingarhluta og veggir bílageymslunnar eru undirstöður efri byggingarhluta. Þá þjóna efri byggingarhluta sem þak bílageymslunnar að hluta og þak bílageymslunnar að hluta garður og torg fyrir íbúðirnar. Það álit kærunefndar þegar allt þetta við sem hér framan rakið að sambyggingin á Lindagötu 57-66 telst eitt hús í merkingu laganna sem þýðir allur kostnaður við viðhald utanhúsi sameiginlegum, tilvitnun lýkur. Ég sé ekki hvernig þetta að óbreyttum fjöleignarhúsalögunum, hvernig að þá að vera hægt að víkja sig frá ákvæðum fjöleignarhúsalaganna með þessa sambyggingu, þannig að það sem bílakjallarinn ein heild undir þessum cirka 14 húsum sem standa þarna upp úr, því að þetta hefur verið niðurstaða kærunefndarinnar í slíkum málum. Það væri eini möguleikinn, af því þarna blandað húsnæði, að það væri hægt að reikna hlutfallstölurnar eftir öðrum þeim mælikvarðum heldur en gert ráð fyrir í reglugerð útreikning eignaskiptayfirlýsingar og útreikning hlutfallstala. En þetta algjörlega eftir að hugsa hvernig á að móta þetta samfélag eða hvernig á að gera þetta húsfélagi, því maður semur sig ekkert frá þessum lögum eins og þau eru í dag. Hraunbær 8-34 væri mjög tilbúin eflaust til þess, eins og fleiri hús sem hafa verið í ágreiningi fyrir kærunefndinni, tilbúin til þess að þetta eru opinberar tölur, þess vegna get ég vísað til þess, eða opinber mál, að vísa til þess að það ekki hægt að semja sig frá lögunum. Þannig að það sem ég sé í þessari skýrslu, þekkjandi fjöleignarhúsalögin ágætlega, hafandi sérhæft mig í þeim síðustu 18 ári og meðal annars verið ritari kærunefndar og formaður kærunefndar og kennt og ítrekað, að þá sé ég ekki hvernig þessar vangaveltur eru að ganga upp í lögunum. Þetta þarf að hugsa allt miklu, miklu betur. Þannig að mér finnst í rauninni, mér finnst þetta vera komið svona, mér finnst þetta vera ákveðin grunnvinna komin, en það vantar betur að velta þessu fyrir sér. Ef ég væri raun að skoða þetta mál, það kæmi til mér fasteignafélag sem væri með slíkt mál, þá myndi ég telja að ég væri á fyrsta stigi af 5 núna, áður en að það væri hægt að útfæra þetta nánar. Þannig ég vona það meirihlutin. Kannski hefur borgarstjóri svör við þetta svo öllu saman og það bara kemur ekki nógu fram til skýrslunni eða þetta reynda kemur ekki fram í skýrslunni, heldur að það sé búið að fara í einhverja vinnu sem okkur ekki kunnugt eða eitthvað slíkt. Þá flott að fá útskýringar á því hvernig það að vera hægt að fara og svig við fjöleignarhúsalögin í þessu, hvernig úthlutun verður, þetta einn byggingaraðili þá sem byggir öll eða mismunandi, ef það eru 4 gerðir sem úthluta í hverju húsi, ef það eru félagsbústaðir, stúdentar, eitthvað verða þarna eigendur og eitthvað verða leigjendur, sumir verða innan tekjueignamarka, aðrir verða ekki innan tekjueignamarka, hvernig á nákvæmlega þessi blöndun að vera, það þarf eflaust að skoða það eitthvað betur. Það líka svolítið erfitt hvernig á í rauninni að þarna leigjendurnir að vera aðilar að húsfélagi sem náttúrulega ekki lögum samkvæmt, en þeir geta náttúrulega haft umboði, það allt öðruvísi, ef það væri einn eignaraðili á húsi, þá þetta ekki fjöleignarhús í skilningi laganna, þá væri í rauninni hægt að semja ákveðnar húsreglur sem væri eins og þetta væri íbúðalýðræði, en stóra ákvarðanatakan í rauninni væri ekki framkvæmanleg nema milli eigenda. Þannig mér finnst þetta vera svolítið svona spurningar sem að vantar að svara. En þannig að þessir í rauninni gert ráð fyrir því í rauninni ef það verið úthlutað á þessum 2 lóðum á að selja útsýnisíbúðirnar strax út úr þessu verkefni, á að vera sami byggingaraðilar að þeim, á að vera 1 eða 2 byggingaraðilar að þessu eða fleiri byggingaraðilar, hvernig á að vera raðað upp í húsin, eitthvað byrja að hugsa það hvernig á þetta að vera, hentar þetta stúdentum, eflaust náttúrulega ágætt að eiga þetta samtal við þessa aðila eins og húsnæðissamvinnufélag náttúrulega aðila búseti og félagsstofnun stúdenta, hvort að þetta eitthvað sem að þeir eflaust búið að fara í þetta samtal, þannig að það líka kannski fyrir hvaða samstarfsaðila þetta gæti hugsanlega verið. Leigufélög sem í rauninni rekin í hagnaðarskyni, hvort að þau komi þarna inn og hvort stór hluti þá af þessu verður það. Þannig að ég held í rauninni að
þegar ég les þessa skýrslu þá held ég að borgin fái meir út úr því að selja þessa lóð og það sé kveðið á henni kaup félagsbústað eða eitthvað slíkt. Þannig að en ég veit það ekki. Það verður áhugavert, borgarstjóri veit eflaust meira en ég þetta, þannig það verður áhugavert að heyra það. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hv. Borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir þessum fundi liggja 2 tillögur sem eru til samþykktar. Annars vegar auglýsinga eftir samstarfsaðilum, þar sem lagt til að Borgarráð feli skrifstofu eigna og atvinnuþróunar að auglýsa eftir samstarfsaðilum uppbyggingu á lóðum við Vesturbugt og lóðum Reykjavíkurborgar á Kirkjusandsreit. Leitað eftir samstarfi við sjálfseignarstofnanir, húsnæðissamvinnufélög og leigufélög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða og vinna að byggingu íbúða fyrir félagsmenn sína. Þarna með öðrum orðum verið að kalla eftir þátttöku í byggingu Reykjavíkurhúsa og það má kannski líkja því við það að hugsunin sé að félög sem ekki starfi í hagnaðarskyni geti skráð sig fyrir kaupum á tilteknum fjölda íbúða sem tryggi góða heildarblöndu á hverjum uppbyggingarreit. Og það talið bæði eðlilegt og gott að auglýsa, þannig að við vitum hverjir hafa á því áhuga. Síðan verið að leggja til, sem gefur vísbendingum aðferðafræðina sem viðhöfð verður í Vesturbugt, Kirkjusandi og hugsanlega fleiri Reykjavíkurhúsareitum, verið að gera tillögur að aðferðafræði varðandi val á byggingaraðilum, þróunaraðilum, sem eru þá einkaaðilar sem munu gera tilboð í heildarreitin sem felur í sér byggingu á atvinnuhúsnæði og þessum íbúðum sem verða á félagslegum grunni og síðan viðbótar íbúðum sem ekki verða á félagslegum grunni sem að viðkomandi byggingaraðili getur þá komið í verð. Þannig verður til þessi blanda sem að markmiðunum Reykjavíkurhúsin gengur út á. Hún gengur út á það að þetta verði ekki einsleitar blokkir heldur blanda af félagslegum íbúðum, stundaíbúðum, bústurréttaríbúðum, íbúðum í eigu annarra leigufélaga en síðan líka leiguíbúðum á almennum markaði sem einkaaðili myndi þá leggja fram eða öllu heldur leigja út eða selja til leigufélags og síðan söluíbúðir. Í báðum tilvikum, þar að segja varðandi Vesturbugt og Kirkjusandur að ræða reiti á hendi borgarinnar sem eru með svona 160 til 180 íbúðir stykkið. Þannig að það má hugsa sér að kannski 80, mestalagi 100 af þeim íbúðum sé á félagslegum grunni og afgangurinn sé seldur eða á almennu leigumarkaði. Ef við horfum á svæðið niður á Höfn og veltum því fyrir okkur hvað myndi gerast ef við tækjum borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina á orðinu og myndum ekki fara þessa leið, heldur bara selja Vesturbugtina hæstbjóðanda. Þá myndum við ekki fá þessa félagslegu blöndu, heldur mjög líklegt að við fengjum mjög dýrar íbúðir fyrir fáa eins og við höfum verið að sjá á næstu reitum við, af því þetta eftirsótt svæði, Mýragata 26, Lindagatan var nú dæmi sem að vera að ræða einhvers staðar í gær, mjög hátt fermetraverð. Það er líklegt að íbúðirnar sem eru að fara að rísa í kringum Hörpu og Austurhöfn verði líka dýrar, en við erum að tryggja að þetta svæði verði fjölbreyttara en svo með því að ráðstafa þessum lóðum svona. Það þýðir að það þarf að gera breytingar á deiliskipulaginu í Vesturbugt, þannig að íbúðum fjölgi, það verði þá fjölbreyttari að stærðum og fleiri minni og meðalstórar. Á meðan á þessu skipulagsferli stendur að þá ætlunin að undirbúa útboðsgögnin.
þau verða að vera þannig, þau verða að vera skýr, þau verða að vera þannig að einkaaðilinn sem að tekur að sér eða býður í að fá að þróa reitin hafi það alveg skýrt fyrir framan sig hvað félagsbústaðir ætla að kaupa margar íbúðir, hvar þar eru, hverjar gerðar, þannig að hægt sé að áætla einingaverðin. Það eru 2 valkostir í því. Við getum skilgreint bara fastverð eða haft það hluta af útboðsferlinu. Og sömu sögur að segja af tilboðum annara eða eftirspurn annara félagslegra byggingafélaga eftir íbúðum að við þurfum að finna út úr því hvort betra að negla þetta bara sem mest niður og jafnvel verðið líka og þá verður afgangurinn ýmist eignaríbúðir eða söluíbúðir eða koma inn á almenna leigumarkaðinn. Það alveg rétt, eins og fram kom hjá frummælanda, að þetta svolítið flókið. Það sem flókið í þessu að við þurftum að finna leiðina til þess að ná þessum markmiðum blöndun, ná því að tryggja þessum húsnæðisfélögum sem eru að starfa án hagnaðarsjónarmiða hluta af þessum reitum án þess að stíga á einhverjar bæði samkeppnistær eða Evrópureglutær. Og þær ganga út á tvennt, annars vegar að við erum að passa okkur ekkert í engu af þessu felist ríkisaðstoð og þessi gætt jafnræðis. Og það tryggjum við með því að fara þessa blönduðu leið, með því að bjóða þetta út þannig að allir geti boðið sem eru á þessum einkamarkaði. En leið erum við að ná okkar félagslegu markmiðum með því að í raun kaupa í forsölu þessar íbúðir ásamt öðrum aðilum. Ég vona að mér hafi tekist að skýra þetta varðandi grunnhugsunina því að þetta nokkuð tímamót, þetta hefur ekki verið gert áður. Við höfum oftast verið að gera hlutina þannig annarkvort þetta bara einhver verktaki sem byggir og selur eða gerir það við eignina sem að honum hentar eða við byggjum eins og hér fyrr á tíð þegar voru byggðar heilar félagablokkir eða heilar stundablokkir eða heilar búsetablokkir. Við erum að blanda þessu meira núna. Raunar var lærdómurinn af sérstakri uppbyggingu á vegum félagsbústaða þannig að félagsbústaðir hafa ekki byggt sérlega mikið og nánast ekki neitt frá stofnun. Það voru fyrst og fremst þessar 900 íbúðir sem voru teknar í heimamund sem höfðu verið byggðar heldur hafa verið keyptar inn í verkefnum einkaaðila. Og það verður auðvitað aðferð sem verður beitt áfram. Við erum að bæta þessum 9 Reykjavíkurhúsum við og Vesturbögt, Kirkjusandur, svæði Háskólans í Reykjavík og hugsanlega fleiri reitir verða þeir fyrstu sem við sjáum fyrir okkur að fara í þar. Síðan getur verið að við ákveðum að félagsbústaðir byggi að auki jafnvel hreinni hús í hverfum þar sem lítið af félagslegum íbúðum. Svæði kringum Spöngina hafa komið til álita og einhverjar fleiri lóðir. Þetta skýrist þegar útfærð 500 íbúða áætlun verður lögð fram á næstunni. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir nefndi ákveðið flækjustig sem í íslensku lagaumhverfi þegar verið að byggja á reitum sem eru ekki eitthvað eitt. Ekki bara atvinnuhúsnæði, ekki bara íbúðarhúsnæði, heldur einhvers konar blanda. Þetta alveg hárrétt. Það getur verið töluvert flækjustig í íslenskum lögum að ná utan réttarstöðu hvers og eins í svona típísku evrópsku eða bandarísku húsi þar sem eru íbúðir á efri hæðum, atvinnuhúsna á neðri og bílakjallara undir. Þetta flækjustig sem verður kannski fyrst og fremst leyst á tvennan hátt með mjög flóknum eignaskiptasamningum sem helst að gera fyrirfram og eða það sem við höfum haft áhuga á að
lagaumhverfi taki betur mið af þessum flókna veruleika sem við að glíma. Og finnist okkur þetta flókið í Vesturbuktinni, ímyndið ykkur þá hvernig þetta á Hörpureitnum. Þar sem að Harpa, hótel, íbúðir, verslunarmiðstöð og 1100 bílakjallari í eigu mismunandi aðila allt á sömu lóð. Ef að gluggarnir brotni í Hörpu eða þakið skemmist á þá allt húsfélagið á allri lóðinni að standa sameiginlega undir því. Gengur það í praktikinni? Nei, ég held að sé alveg augljóst að þarf að breyta lögunum, en við gerum það ekki, Alþingi gerir það. Ég held að sé nú skilningur á þessum málum í ráðuneytinu, en við þurfum að finna leið til þess að lifa við núverandi lagaumhverfi ef að það verður ekki orðið skárra þegar þetta kemur til úthlutunar sem yrði þá í haust. Það verður svona útfært frekar, útboðsgögnin í sérstökum starfshópi á meðan skipulagið í auglýsingu og við stefnum að því að klára hvoru tveggja snemma hausts. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svör hans. Það náttúrulega eins og fram kom að þá ýmis vinna eftir en sem mátti ráða skýrslunni, en það aðalega tvennt sem langar til þess að segja. Varðandi það sem ég sagði áðan, varðandi að selja lóðina, þá væri aðalega með það í huga að það væri eflaust hægt að selja þessa lóð á ágætu verði, eflaust ekki undir 1 milljarð, og það væri hægt að nota peninginn til þess að kaupa félagslegar leiguíbúðir, því að það auðvitað lágmarkskrafa og grunnskylda Reykjavíkurborgar að útvega þeim aðilum sem að eru innan við þessi tekjueignarmörk og skilgreiningar að útvega þeim íbúðir, og það voru nú síðasta sumar 550 manns í brýnni þörf, þannig að það liggur á, þannig að einhverja 40 íbúðir í þessu flókna verkefni nú kannski ekki alveg það sem maður sé það sé að ganga hratt fyrir sig. Það var hægt að vera það með forkaupsrétt þarna að einhverjum ákveðnum íbúðum, eins og til dæmis ég sagði áðan 25%, og spurningum það þarna væri nú aldeilis hægt að nota peningana og gera þetta. Það er spurning bara að reikna þetta út hvað í rauninni það sem að kemur út úr þessu. Það kannski ekki alveg, það er spurning með þessa félagslegu blöndun, auðvitað þarf hún að vera, eins og ég sagði í upphafi, ég hef ekkert á móti henni vegna þess að hún nauðsynleg. En það er bara spurning hvað hagstæðast og hvernig kemur þetta best út. Eru 40 eða innan við 40 íbúðir sem félagsbústaðir fengju þarna í þessu húsnæði ásættanlegt eða hægt að gera einhvern veginn betur? Ég veit það ekki, mér finnst að þetta sé bara atriði sem þarf að skoða. Varðandi þetta sem ég var að ræða hér fjölögnahúsalögin, að það virðist vera sem borgarstjóri sé aðeins að misskilja lögin. Maður semur sig ekki frá ákvæðum laganna með einhverjum eignaskiptayfirlýsingum. Það bara þannig, og þetta ekkert flókið að þetta íbúðar og atvinnuhúsnæði. Það sem flækjan í þessu að bílakjallarinn stendur undir öllum þessum húsum og miðað við þetta álit kærunefndar sem ég fór yfir hér áðan sem varðaði Reykjavíkurborg og bílastæðasjóð, þá ekki hægt að semja sig frá því að húsin sem standa ofan á bílageymslunni, öll og bílageymslan eitt hús, eitt húsfélag og lögin þannig að það ekki hægt að semja sig frá því. Þetta hefur ekkert að gera með einhverjar flóknar eignaskiptayfirlýsingar, íbúðir, atvinnuhúsnæði, þetta fer með það að gera hvernig lögin eru í dag. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar háttvirtur borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú getur verið að ég sé misskil eitthvað, en ég fæ ekki betur heyrt en að borgarfulltrúinn sé í raun að tala fyrir mjög svipari leið og hér verið að leggja til. Það að segja forkaupsrétti á félagslega hlutanum á viðkomandi reitum. Það hugsunin á bakvið tillögugerðina og þannig verður þetta boðið út og þannig tryggjum við þessa blöndun en gefum enga síður einkaaðilum færi á að kaupa verkefnið, byggja þetta og framleiða íbúðirnar. Síðan varðandi eignaskipta yfirlýsingun og samningana, þá það flókið mál eins og ég sagði og eitt af því sem þarf að fara yfir. Ég hygg að það sé nokkuð til í því sem að borgarfulltrúinn segir varðandi bílakjallara, en það hluti af því sem nú býsna galið. Það nokkuð galið að bílakjallari undir til dæmis á Stjörnu, Bíósreitnum, gamla
þurfa að taka þátt í gluggaviðgerðum og svo framvegis og einhverju svona reglulegu viðhaldi ofanjarðar og ég held að löggjafinn þurfi að taka snúning á þessu og ég held að ég kunni það rétt að hafi verið nefndastarf í gangi árum saman, gott ef borgarfulltrúinn hafi ekki komið að því nefndastarfi meira að segja, en ég held að veri langað eðlilegast að reyna að útbúa afmarkaða breytingu sem tekur á þessum flókna veruleika að búa í borg og huga að því, en annars þarf að finna aðra leiðir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarið. Það er andsvörum lokið og við tökum matarhlé í 20 mínútur.